Góðan dag, kæru vinir. Guð gefi ykkur góðan dag. Ég ætla að byrja á því að lesa hér fyrir ykkur upp úr bréfi Páls til Efesusmanna. Það hljóðar svo: hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsöm heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði, föðurnum, fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesú Krists. Sýni Kristi lotningu og hvert öðru auðsveifni. Þannig hljóðar hið heilaga orð á þessum degi og við skulum fara með eina stutta bæn. Trúðu á tvennt í heimi, tign sem æðsta ber, Guð í alheims geimi, Guð í sjálfum þér. Amen. Það er þetta með að bregðast rétt við, vera vís en ekki fávís. Þetta mér í hug örlítil saga af því þegar af sjálfum mér þegar ég var að byrja í prestskap hér í Eyjum og tengist brúðkaupi sem átti sér stað og eins og venjulega hafði ég rætt við brúðhjónin og hitt þau fyrir brúðkaupið og það fór ágætlega á með okkur. Ég hafði hitt pappa brúðarinnar sem sagðist myndi borga herlegheitin og það er nú ekki vandamál, ég myndi bara hafa samband við sig og hann myndi græja það sem þyrfti að græja, kirkju og prest og tónlistarfólk og annað slíkt. Og þegar kemur að brúðkaupinu, þá maður auðvitað að flytja hugleiðingar til brúðhjóna það sem manni dettur í hug varðandi hjónabandið, varðandi þau sjálf og svo framvegis. En þarna hafði ég rekist á texta eftir Madame Tobbu sem var kona sem skrifaði ýmislegt samband og samskipti fólks hér á fyrirhluta 20. aldar. Margt af því hefur nú kannski ekki elst mjög vel og meðan ég renndi yfir þennan texta þá fannst mér margt þarna alveg hreint bráðfyndið. Og mér fannst það eiginlega tilhlýðilegt, af því að það hefur nú farið vel á með mér og brúðhjónunum að fjalla svolítið þennan texta frá Madame Tobbu og vitnaði beint í þessa ágætu konu og byrjaði: góð kona má umfram allt ekki vera hégómagjörn eða pjöttuð eins og það er kallað á Reykjavíkurmáli, en hreinleg á hún að vera, vel búin og hirðusöm. Sú kona sem elskar manninn sinn leitast aldrei við að kasta skugga á húsbóndastöðu hans á heimilinu. Þvert á móti, henni er ánægja því að draga sig í hlé ef kostir hans koma frekar í ljós við það. Jafnvel þó hún sé meiri gáfum gæti en eiginmaður hennar, gætir hún þess af auðæfum elsku sinnar að láta sem minnst á því bera. Þetta fannst mér algjörlega bráðsmellið og ég heyrði líka að brúðgumannum féll þetta vel af skapi því að hann skellifló og ég horfði á hann og hann tók bakföll, honum þótti þetta svo stórkostlegur texti. Svo leit ég á brúðina og hún var heldur þung á svipinn. Fannst þetta alls ekki fyndið. Þannig að mér brá nú svolítið við þetta og einhvern veginn komst ég nú í gegnum þetta blessaða brúðkaup og ég fann allan tíman að brúðurinn var ekki ánægð með mig. Svo að brúðkaupi loknu, þá eru allir að samgleðjast og samfagna brúðhjónunum fyrir utan kirkjuna og pabbi brúðarinnar kemur til mín, rífur eiginlega í hendina á mér, tekur þéttingsfast í hendina á mér og segir: þakka þér fyrir að eyðileggja brúðkaupsdag dóttur minnar. Og ég gat svo sem ekkert sagt. En það er skemmst að segja að
hann borgaði ekki og ég eiginlega virti það við hann að hafa ekki borgað og ekki datt mér í huga að rukka fyrir þessu ósköp. En ég lærði af þessu. Ég lærði af því að vera vís en ekki fávís og það er akkur þetta sem að er kannski svolítið reglan hjá okkur núna á þessum tímum. Við skulum reyna að vera vís en ekki fávís, læra af þeim mistökum sem að gerð hafa verið í kringum þennan faraldur, COVID-faraldur og halda okkar striki eftir því sem að við á. En við skulum enda þessa stund hér, helgistund, á lofti Landakirkju með því að fara saman með faðirvorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takk ykkur fyrir þessa stuttu samveru og ég bið algóðan Guð að blessa ykkur í bak og fyrir. Verið sæl.